Og við ætlum að halda áfram og við ætlum að fara hérna í næstu sögu og það sagan hann Ríkharð, maðurinn sem var alltaf næstum því mættur. Ríkharður var góður maður, hann mætti í vinnun á réttum tíma, borgaði reikningana, sló grasið áður en það var hátt. Hann var traustur og áreiðanlegur. Enginn hefði getað bent brot á myndinni og samt stóð hann hálfu skrefi fyrir aftan eigið líf. Draumurinn í skúffunni. Einhvers staðar innra með honum bjó hreyfing, löngun til að ferðast, sjá eitthvað nýtt, læra nýtt tungumál, finna hjarta slá í ókunnu landslagi. En draumarnir fóru ekki í framkvæmd, þeir sátu í skúffunni. Vinahópurinn var sá sami, sömu sögurnar, sömu kvöldin, sömu brandararnir. Hann hló með, en hláturinn hætti smá saman eiga sér rót í líkamannum. Horace Mann segir okkur að vaninn fyrst kóngulóarvefur, svo hengingaról. Í byrjun finnum hann valla, svo einn daginn situr maður fastur. Seinna, hvernig líður þér, spurði konan hans. Ég bara góður, sagði hann. Ekki af því að það var satt, heldur að hann hélt að það héldi friðinum. Þegar hugmyndum breytingu bankaði, sagði hann, eftir næsta verkefni, eftir sumarið, þegar tími gefst. En tíminn gefst ekki, hann líður. Og lífið var það biðstofu þar sem enginn kallaði upp nafnið hans. Stöðnunin kemur ekki með látum. Hún sest eins og ryk á yfirborð. Samtölun eru styttri, snertingin sjaldgæfari, hlýjan þynnri. Ekki vegna þess að ástin var í farin, heldur vegna þess að nærveran var það. Og það hættulegasta við stöðnun að hún lætur þetta líta eins og eðlilegt ástand. Engin krísa, engin sprenging, bara endurtekningin. Dagurinn sem ekkert gerðist. Einn daginn gerðist ekkert sérstakt. Ríkharður sat í bílnum sínu fyrir utan húsið. Hann slökkti á vélinni en fór ekki út. Hann horfði á hendurnar á stýrinu, hnúarnir hvítir. Og þá rann upp fyrir honum einfaldur sannleikur. Ég er hér, húsið, gatan, lífið. Allt var þar, en eitthvað vantaði. Ég er hér, en eitthvað af mér er enn á leiðinni. Og kannski tengjum við eitthvað við þetta, að það lítur allt út fyrir að vera, og við þekkjum svona fólk, það lítur allt svo vel út á yfirborðinu. Og það eru rosa margar sögur hérna frá því í gamla daga hvað allt leit rosalega vel út að innan og svo var allt í klessu að utan. En við ætlum að skoða hérna spurningar frá honum Ríkharði hérna. Á hvaða hátt líkist þú Ríkharði, ef eitthvað? Eru draumar hjá þér sem hafa farið í skúffuna? Hvað hefur þú verið að segja seinna við? Þannig að þetta er svo mikið svona seinna og lífið varð að biðstofu. Það er ekkert smá glatað.